Þetta hörmulegt og sendir kolröng skilaboð til þeirra hópa sem við viljum ná til, segir yfirlögregluþjónn umdeild áróðursmerki á búningi lögreglukonu að störfum. Öll merki á lögreglubúningum eru nú bönnuð. Sóttvarnayfirvöld kanna hvort ástæða sé til að breyta reglum sóttkví í skólum. Börn virðast smita minna en aðrir. Áhöfn Júlíusar Geirmundssonar fékk að fara í land í dag. 22 af 25 skipverjum hafa smitast á COVID-19. Misharðar takmarkanir vegna COVID gilda sitt hvoru megin brúar í þorpi í Norður-Jórvíkurskýri á Englandi. Íbúar segja það ruglandi. 7 milljónir Englendinga búa við hörðustu takmarkanir frá næstu helgi. Skotveiðifélag Íslands afar ósátt við að rjúpnaveiðidögum hafi ekki verið fjölgað frá í fyrra. Formaðurinn óttast slys þegar veiðimenn ana út í hvers kyns veður til þess að nýta dagana. Lífið í mörgum köflum og nú nýr kafli að hefjast, segir kaupkona í Þingholtunum sem selur þar glæsilegt fatasafn sitt til 40 ára. Tískuáhuginn kom með móðurmjólkinni en barnabörnin og myndlistin eiga nú hug hennar allan. Gott kvöld. Lögregluþjónar á höfuðborgarsvæðinu þurfa að fjarlægja allar persónulegar merkingar af vestum sínum eftir að mynd af lögreglukonu með fánamerki tengd öfgaskoðunum fór í dreifingu í morgun. Þingmaður Pírata vill fund með lögreglunni vegna málsins. Yfirlögregluþjónn segist harmi sleginn. Þetta er svona kolröng skilaboð sem að koma með þessari mynd því að lögreglan að leggur nótt í dag að reyna að rækta samband við hópa sem meðal annars þessi neðsti fáni á myndinni í raun og veru að fara í þveröfuga átt með. Þannig að við lítum þetta bara mjög alvarlegum augum og við erum bara eiginlega harmi slegin yfir því að þetta hafi verið svona bara. Myndin sem ræðir var tekin af Eggerti Jóhannessyni, ljósmyndara MBL vorið 2018. Á henni sést lögreglukona að störfum með 3 fána á vesti sínu sem taldir eru að hafa tengingu við hatursorðræðu. Efsta merkið svokallaður Thin Blue Line fáni sem tákn fyrir samstöðu lögreglumanna víða heim. Merkið hefur þó á síðustu árum orðið mjög umdeilt og sagt vera svarið Black Lives Matter hreyfingunni. Þá bar konan svarthvítan íslenskan fána með stöfunum Is í horninu til að skilgreina landið. Neðsti fáninn svokallaður Vínlandsfáni, grænn fáni með norrænum krossi sem víða tengdur við öfga hægrihópa. Á honum svokölluð Punisher hauskúpa sem hefur verið notuð sem táknmynd valds hjá lögreglumönnum í Bandaríkjunum og víðar. Ásgeir Þór vill ekki tjá sig hvort málið komi til með að hafa afleiðingar fyrir viðkomandi starfsmann. Ég ræði ekki mál lögreglumannsins hér en eftir að við sáum þessar myndir sem eru sumar frá því að vera umdeildar og alltaf því að vera hreinlega ósmekklegar að þá brugðust við með því að hreinlega senda út orðsendingu á lögreglumennum þar sem að það bara hérni frá því bara óheimilt að bera svona myndir við búninginn sinn. Lögreglukonan sagðist í viðtali við fréttastofu í dag hafna því að myndirnar á vestinu væru rasískar. Ljósmyndin væri gömul og það hefði komið inn í opna skjöldu að fánarnir hefðu rasíska merkingu. Nokkuð hefur verið að lögregluþjónar skiptist á ýmiss konar merkjum og setja á búninga sína. Við bara sýnum það, þá var þetta sett á franska rennilásin sem hérna og þannig að þessi merki hafa raun og veru sáust eldri. Þá hefur menn líka verið að setja, eins og maður segir, fæðingardag barnsins, gamla hánúmerið, merkist að það fengið frá öðrum lögreglumönnum sem nánlega saklaust. Þannig að þetta er ekki eftir reglugerð en þetta er eitthvað sem sást ekki og við kannski vorum of seina að bregðast við. En ég verður bara líka að viðurkenna það að þegar ég sá þennan græna fána í morgun þá hefði ég ekki hugmynd hvað hann þýðir en ég þurfti hreinlega að fletta því upp. Og það voru mikil vonbrigði þegar ég komst að því hvað hann þýðir í samfélaginu. Þórhildur Sunna Ævarsdóttir, þingmaður Pírata, óskaði í dag eftir því að lögreglan kæmi á fund allsherjar og menntamálanefndar til að ræða rasisma innan stofnunarinnar og aðferðir til að sporna við honum. Ummæli lögreglukonunnar benda til þess að annaðhvort skorti mikilvæga fræðslu innan lögreglunar rasísk og ofbeldisfull merki eins og Vínlandsfánan og Punisher eða refsaramerki, nú eða, það sem verra væri, að rasismi og ofbeldisfull menning fái að grassera innan lögreglunar. En hvoru tveggja
er óásættanleg staða. Þetta bara hörmulegt í raun og veru að þetta hafi komið upp. Það sem er samt svo skrítið við þetta er 3 ára gömul mynd. Hún er margoft búin að birtast í fjölmiðlum en að það skuli enginn hafa kippt í spottara fyrir að það er ennþá verra. Því að allir sem við höfum geta brugðist við fyrr. Lögregla sendi nú rétt fyrir fréttir frá sér tilkynningu þar sem segir að merkin á búningnum séu óviðeigandi með öllu og biðjast þeir afsökunar. Málið verður tilkynnt til eftirlitsnefndar störf lögreglu. Sóttvarnayfirvöld rannsaka nú hvernig COVID-sjúkdómurinn smitast á milli barna. Barnasmittsjúkdómalæknir telur til greina að komi að breyta reglum sóttkví í skólum ef í ljós kemur að hún skili ekki miklum árangri. Það er ekki hægt að segja margt jákvætt COVID-sjúkdóminn, nema kannski þetta, en virðist ekki leggjast mjög þungt á börn. Frá upphafi faraldursins hér á landi hafa tæplega 400 börn greinst með kórónuveirusmit. Ekkert þeirra hefur verið lagt inn á spítala, en okkur hafa þó þurft læknisskoðun. Ég held að þetta sé algjörlega stórkostlegt og raunur upphafi vissum við ekkert hvað yrði. Ekki nóg með að börn veikist síður, þau virðast líka smita minna innbyrðis. Í nýlegri skýrslu almannavarna kom fram að aðeins væru þekkt 9 dæmi að börn í grunn- eða leikskólum hefðu smitað hvert annað. Það er ekki algengt að það verði smit á milli barna í skólum og leikskólum og sjaldan líka að börn smiti fullorðna í skólastarfi þó að þess séu þó vissulega dæmi. Engu að síður koma sóttvarnaraðgerðir einna harðast niður á börnum. Hundruð þeirra hafa verið send í sóttkví, oft ítrekkað vegna þess að einhver greindist með smit í skólanum. Sóttvarnayfirvöld kanna nú hvort ástæða sé til að breyta stefnu í sóttvörnum í skólanum. Við erum núna að skoða og reyna að rekja það í hversu mörgum tilfellum hefur það orðið að börn hafi smitað samnemendur sína í skólanum og smitað kennara og eins líka í hversu mörgum tilfellum eru þá fleiri en einn eða fleiri en 2 sem hafa smitast. Valtýr hefur áhyggjur af langvarandi skólafjarvistum barna. Þannig að ég held að það hljóti að koma til greina þegar framlíða stundir að við sjáum fram á það að þessar aðgerðir að senda mjög mörg börn í mjög langan tíma sóttkví og það skil ekki miklum árangri þá hlýtur að koma til greina einhvern tímapunkt að breyta því. En ekki fyrr en við höfum haldbærar upplýsingar þess efnis. Nú ertu sjálfur heima með börnunum þínum sem eru í sóttkví, hvernig gengur það? Það gengur vel. Þeim leiðist auðvitað svolítið eins og öðrum börnum sem er í sömu stöðu og hefur komið fram áður. En þau takast á við þetta af æðruleysi eins og flestir aðrir. 45 smit greindust hér í gær af rúmlega 1400 sýnum. Rúmur helmingur smittaðra var utan sóttkvíar. 23 eru á sjúkrahúsi með sjúkdóminn og 3 á gjörgæslu. Hádegi í dag voru rúmlega 2500 í sóttkví, tæplega 1700 í skimunarsóttkví og ríflega 1200 í einangrun með COVID-19. Engin smit á Austurlandi eða Norðvesturlandi. Hins vegar hefur bæst töluvert í fjöldan á Norðurlandi eystra. Þar eru nú 36 í einangrun með sjúkdóminn. 22 skipverjar af 25 á togaranum Júlíusi Geirmundssyni hafa greinst með COVID-19 og 9 þeirra hafa þróað með sér mótefni. Sjómennirnir fengu að fara í land í dag. Áhöfnin hefur þurft að halda sig borð eftir að meirihluti hennar greindist með kórónuveiruna við sýnatöku á sunnudag. Seinni sýnatakan sem fór fram í gær leiddi í ljós að 9 hafa þróað með sér mótefni og eru því frjálsir ferða sinna. 3 eru ekki smitaðir og eru í sóttkví. 13 eru með virkt smit og þurfa því að sæta einangrun. 1 þeirra verður áfram á skipinu og 7 fara í húsnæði á eigin vegum. 5 eru í farsóttarhúsi í Holti í Önundarfirði. Ekki er þörf á miklum mannskap þangað. Það er Rauði krossinn og lögreglan sem sér obbann af þessu og heilbrigðisstofnunin hleypur aðeins undir bagga, til dæmis með mat. Enginn er alvarlega veikur. Þeir sem eru með mótefni hafa jafnað sig af veirunni sem tekur alla jafna nokkrar vikur. Skipverjar voru með einkenni í tæpar 3 vikur áður en farið var til sýnatöku. Almennt er það þannig að ef fólk er með einhver einkenni sem gætu verið COVID þá leggjum við til að fólk komi eða hvetjum fólk til að koma í sýnatöku. Þegar að maður er út á rúmsjó í frystitogara þá er erfiðara að koma því við og ég vænti þess að það hafi kannski að einhverju leyti spilað inn í málið og það er þá mat þeirra
sem að stjórna hvaða ákvarðanir eru teknar þar og ég get ekki svara fyrir þær. Hraðfrysti húsið Gunnvör gerir skipið út. Forsvarsmenn fyrirtækisins svöruðu ekki fréttastofu þegar leitað var eftir viðtali í dag. Þeir neituðu jafnframt að veita viðtal þegar leitað var eftir því í gær. Nú rétt fyrir fréttir kom tilkynning frá Gunnvöru að fljótlega eftir að einkenna var vart á skipinu hafi verið haft samband við Heilbrigðisstofnun Vestfjarða, en ekki hafi þótt ástæða til að kalla skipið til hafnar. Þegar smit greindist svo borð eftir 3 vikur á veiðum var siglt í land og segir í tilkynningunni að eftir á að hyggja hefði átt að sigla fyrr til hafnar. 1300 jarðskjálftar hafa mælst á Reykjanesskaga í dag og fundust sumir vel á höfuðborgarsvæðinu upp í Borgarfjörð. Stærstu skjálftarnir voru laust eftir klukkan 6 í morgun og mældust þeir 3,7 og 3,8. Á 11. tímanum var skjálft upp á 3 og í hádeginu 1 sem mældist 3,3. Dregið hefur úr skjálftavirkni seinni partinn. Samkvæmt upplýsingum frá Veðurstofunni má búast við áframhaldandi eftirskjálftum næstu daga eftir stóra skjálftann í gær. Grjót hefur hrunið víða, meðal annars við Djúpavatnsleið, Keili, Trölladyngi og Vatnsskarð og fólk beðið að sýna aðgát á svæðinu. Yfir 7 milljónir íbúa norðvesturhluta Englands þurfa helgina að sæta 6 manna samkomubanni og kaffihúsum verður lokað. Sums staðar gilda ólíkar takmarkanir í sama þorpi. Leiðtogi Verkamannaflokksins segir aðgerðir á landsvísu nauðsynlegar. Norðvesturhluti Englands nú þungamiðja faraldursins þar í landi og stjórnvöld hafa því gripið til harðari aðgerða þar. 3. stigs takmarkanir, það lokun öldurhúsa, bann við blöndun heimila og 6 manna samkomutakmörk eru nú í Liverpoolborg og í Lancashire samkvæmt samkomulagi við bresk stjórnvöld. Á miðnætti í kvöld bætist Greater Manchester við og Suður Yorkshire sólarhring síðar. Þarna búa yfir 7 milljónir manna eða 13% þjóðarinnar. Mesti styrinn hefur staðið Manchester en reglurnar voru settar á einhliða þar eftir að það mistókst að ná samkomulagi ríkisstuðning. They should not be doing this. Grinding people down, trying to accept the least that they can get away with. Forsætisráðherra Breta var sakaður á þingi í dag að taka faraldurinn ekki nægilega föstum tökum. This may be the last opportunity for the Prime Minister to put in place an effective circuit break. The Prime Minister was too slow in the first phase of this pandemic. He's being too slow again. We cannot repeat this mistake. We, on the other hand, want to go on with our commonsensical approach, which is a local and a regional approach, keeping kids in school, keeping our economy moving, because that is the way to get the whole of our country through this crisis. En svæðaskiptingin ekki alltaf skýr. Í bænum Staithes í Norður Yorkshire mega barir og kaffihús öðru megin við brúna vera opin en ekki hinum megin. It's so difficult at times to work out just where you should be and where you can't be, it's a bit confusing. I think we're tier 3, are we? Well, sorry, tier 2. We're tier 2. On this side of the water? Yeah. Tier 1. Are we? Tier 1 this tier side. 1 this side, yeah. And tier 2 over there. Og aftur hingað heim. Matvælastofnun hefur staðfest að kind á bænum Stóru Ökrum 1 í Skagafirði var sýkt af hefðbundinni smitandi riðu. Beðið úrskurðar frá atvinnu- og nýsköpunarráðuneytinu niðurskurð á öllu fé á bænum en þar 800 fjár. Stóru Akrar 1 í Tröllaskagahólfi þar sem ekki hafði greinst riða í 20 ár. Héraðsdýralæknir Norðvestur umdæmis segir að nú hefjist viðamikil rannsókn á hvers vegna kindin smitaðist. Gripir sem hafi komið eða farið frá búinu verði rannsakaðir, sýni tekin úr kindum sem þar verður fargað og úr sláturfé úr öllu Tröllaskagahólfi. Mælt var fyrir frumvarpi nýja stjórnarskrá á Alþingi á 7. tímanum. Þetta í 4. skipti sem frumvarpið lagt fram. Píratar, Samfylkingin, Flokkur fólksins og 2 þingmenn utan flokka standa að frumvarpinu sem byggt á tillögum stjórnlagaráðs frá árinu 2011. Það hefur síðan verið uppfært og lítur nú út eins og Alþingi skildi við það vorið 2013. Höskuldur Kári Schram á Alþingi. Umræðum frumvarpið lokið? Nei, Bogi, umræðan hófst klukkan 6 og stendur enn og hjá mér fyrsti flutningsmaður frumvarpsins, Þórhildur Sunna Ævarsdóttir. Þórhildur, þið hafið lagt þetta fram áður. Hvers vegna það að gera það á ný? Fyrir okkur kemur ekki til greina að gefast upp á stærsta lýðræðismáli aldarinnar.
Við erum með þessu að höfða til samvisku þingmanna og gefa þeim tækifæri á að taka upp þráðinn þar sem frá var horfið árið 2013 og virða vilja þjóðarinnar. Það er ekki að sjá að sé mikil samstaða um þetta frumvarp. Stjórnarþingmenn, þeir tóku lítinn þátt í þessum umræðum allavega hingað til. Já, við skulum sjá til. Þetta nú síðasta árið fyrir kosningar og hver veit, ótrúlegustu hlutir hafa komið fyrir samvisku þingmanna þegar að kosningar nálgast. Við höldum þetta bara í vonina að þeim snúist hugur og að þau finni hjá sér lýðræðis meðvitund og samþykki nýja stjórnarskrá fyrir kosningar. Ein stutt að lokum, ekki mikilvægt að svona mál njóti þessi breið samstaða svona mál? Þjóðin sýndi mjög breiða samstöðu þetta mál og það er til skammar að Alþingi hafi ekki samstöðu hið sama. Og það er mjög leitt líka að sjá ekki forsætisráðherra taka þátt í umræðum í kvöld. Hún hefur sjálfsagt að það sé mikilvægt að ræða efnislega þessa tillögur sem við erum að koma með og hún sagði það í sambandi við að við myndum ræða hennar tillögur. Þannig að það er mjög dapurlegt að hún sé ekki tilbúin að taka þátt í þessum mikilvægu umræðum. Takk fyrir þetta og við látum þessu lokið. Já, kæra þakki fyrir það, Höskuldur Kári. Og Þórhildur Sunna auglýsti eftir því að forsætisráðherra tjáði sig málið. Forsætisráðherra Katrín Jakobsdóttir verður í Kastljósi í kvöld og verður rætt við hana undirskriftasöfnun varðandi nýja stjórnarskrá og þau frumvörp breytingar á stjórnarskránni sem hún ætlar að leggja fram í eigin nafni en ekki í ríkisstjórnarinnar. Skotveiðifélag Íslands telur að fjölga hefði átt rjúpnaveiðidögum frá því í fyrra. Formaður félagsins segir að faraldurinn ætti ekki að hafa mikil áhrif á veiðarnar. Rjúpnaveiðar hefjast sunnudaginn 1. nóvember næstkomandi. Umhverfisráðuneytið hefur fallist á tillögu Umhverfisstofnunar að leyfa veiði í 22 daga sem er sami dagafjöldi og í fyrra. Samkvæmt lögum er heimilt að leyfa veiði í allt að 69 daga. Skotvís er afar ósátt við að dögunum hafi ekki verið fjölgað. Það er bara einfaldlega vegna þess að þá geta menn valið betur hvaða daga þeir fara og ekki að fara í óstöðu veður eða á tvísýnu forsendum í veiðarnar. Óttist þið bara öryggi ykkar manna? Já, menn eftir því sem að veðrið verður tvísýna og þoka og svoleiðis þá bara er meiri hætta á slysum. Þá segir Áki að færri veiðidagar auki álagið á rjúpuna sjálfa. Þau svör fengust hjá Umhverfisstofnun að engar upplýsingar hefðu komið fram sem gæfu tilefni til breytinga á veiðunum frá því í fyrra. Fjöldi veiðidaga hefði engin áhrif á sóknardaga. Í frétt á vef Umhverfisráðuneytisins segir að mjög mikilvægt sé að veiðimenn gæti hófsemi enda sé veiðistofn rjúpu einn sá minnsti síðan mælingar hófust árið 1995. Í því ljósi er ekki eðlilegt að veiðar séu minnkaðar. Jú, það er eðlilegt að veiðar séu minnkaðar og það munu minnka vegna þess að við tökum bara 10% úr stofninum. Sem Áki segir að sé vel undir 15% sem sjálfbærni veiðanna er oft miðuð við. Áki segir að skotvís hafi vikum saman óskað eftir fundi með Umhverfisstofnun án árangurs. Ótrúlegt, bara óútskýranlegt. Kannski menn treysti sér ekki í þessar rökræður, það er rétt fyrir okkur. Mælst hefur verið til þess að fólk sé sem minnst á ferðinni í því ástandi sem nú ríkir. Áki segir að staða faraldursins verði metin í næstu viku og leiðbeiningar til skotveiðimanna gefnar út í kjölfarið. En getið þið veitt eða mælst til þess að menn séu sem minnst á ferðinni út á landi? Já, upp á fjöllum þá hefur maður ekki samskiptum við neina aðra heldur en bara náttúruna. Við keyrum á staðinn, kannski 2 í bíl, förum upp í fjall, veiðum og keyrum tilbaka. Þannig að við erum ekki í neinum samskiptum við annað fólk nema kannski veiðifélagin. Ég man ekki eftir mér öðruvísi en að hafa áhuga á fötum, segir kona sem nýverið fór á eftirlaun og opnaði verslun þar sem hún selur fattasafn sitt til 40 ára. Hún vill gefa fötunum nýtt líf og segir nýjan kafla vera hefjast þar sem hún ætlar að einbeita sér að myndlist og barnabörnunum. Hún er bara meðfæddur, ég á mömmu sem er 90 ára og hún er ennþá með svona mikinn fataáhuga. Þannig ég held að hann hafi bara komið með móðumjólkinni. Ég man aldrei eftir mér öðruvísi heldur en hafa áhuga á fötum. Fötin hafa hingað til verið í geymslu. Svo fór að leka í þessari geymslu og þá voru góð ráð dýr og ég fekk allt í einu 150 poka í fangið og bóndinn var ekki til með að hafa fullan bílskúrinn af 150 fatapokum, þannig að þetta er lausnin. Og mér finnst þegar fólk fer hérna út og segir, þú sérð hvað ég fín í þessu, og ég bara, já, væðisli í þessu. Flíkurnar koma úr ýmsum áttum, mörkuðum, verslunum og netinu, auk þess að Magna hefur látið sauma á sig ýmislegt. Mikilvægast finnst henni að efnin séu góð. Ég hef alveg leyft mér að kaupa svona Armani, þetta er silki, og lambaskinn og ég held að það sé nú ekkert margir sem eiga svona akkurat
Mér fannst líka ægilega gaman þegar ég gat farið í svona hlébarða leðurkjól. En hann full lítill núna. Dætur Mögnu tóku upp á því fyrir nokkrum árum að mynda það sem hún klæddist dagsdaglega. Úr var þessi bók sem þær svo gáfu henni í afmælisgjöf. Magna hætti nýverið að vinna en hefur verið að læra myndlist sem á nú huganar allan ásamt barnabörnunum. Ég á 15 barnabörn og ég á von á einu langömmubarni. Og þegar ég horfi tilbaka þá eru lífið allt svona kaflar. Og þessi kafli bara búinn. Ég komin þangað. Þessi kafli var yndislegur, ég þarf ekki meir. Og nú má mega þessi föt bara öðlast nýtt líf. Veðrið, það gengur í austan 10 til 18 metra á sekúndu en hvassviðri eða storm síðst, segir Hrafn Guðmundsson veðurfræðingur í spásinni. Gul vindaviðvörun tekur gildi annað kvöld fyrir Suðurland. Rigning einkum suðaustanlands, slydda til fjalla en þurrt fyrir norðan. Hiti víða 3 til 7 stig yfir daginn. Hrafn flytur ítarlegri spá að loknum íþróttafréttum Þorkels Gunnar Sigurbjörnssonar. Ný leikjadagskrá fyrir síðustu umferðir Íslandsmótsins í fótbolta er orðin opinber. Ekkert má klikka í úrvalsdeild karla, því lokaumferðin á að vera 30. nóvember. Æfingabanni meistaraflokka í fótbolta á höfuðborgarsvæðinu var aflétt í dag. Það eru þó mörg skilyrði sem liðin þurfa að uppfylla. Og Real Madrid lenti miklu brasi með lemstrað lið Shakhtar Donetsk í meistaradeild Evrópu í dag. Þetta og fleira í íþróttum hér eftir fréttir. Helstu fréttir kvöldsins. Þetta hörmulegt og sendir kolröng skilaboð til þeirra hópa sem við viljum ná til, segir yfirlögregluþjónnum umdeild áróðursmerki á búningi lögreglukonu á störfum. Öll merki á lögreglubúningum eru nú bönnuð. Sóttvarnayfirvöld kanna hvort ástæða sé til að breyta reglum sóttkví í skólum. Börn virðast smita minna en aðrir. Áhöfn Júlíusar Geirmundssonar fékk að fara í land í dag. 22 af 25 skipverjum hafa smitast af COVID. Misharðar takmarkanir vegna COVID gilda sitt hvoru megin brúar í þorpi í norður Jórvíkurskýri á Englandi, íbúar segja það ruglandi. 7 milljónir Englendinga búa við hörðustu takmarkanir frá næstu helgi. Skotveiðifélag Íslands er afar ósátt við rjúpnaveiðidögum hafi ekki verið fjölgað frá í fyrra. Formaðurinn óttast slys þegar veiðimenn ana út í hvers kyns veður til að nýta dagana. Lífið í mörgum köflum og nú nýr að hefjast, segir kaupkona í Þingholtunum sem selur þar glæsilegt fatasafn sitt til 40 ára. Tískuáhuginn kom með móðurmjólkinni, barnabörnin og myndlistin eiga hug hennar allan nú. Í lokin minnum við á vef okkar RÚV.is sem uppfærður allan sólarhringinn og RÚV appið fyrir snjalltæki þar sem hægt að njóta allra dagskrár okkar. Þessum fréttatíma lokið, verið sæl.